Ég ætla rétt að renna yfir svona það sem ég tel vera aðalatriðin fyrir upprifun úr Webfortune 1, en síðan ætla ég að reyna bara að hnýta hana inn í það þegar ég er að koma ykkur á stað í verkefninu og tala eins þar nánar. Þannig að ég ætla ekki að alveg að passa upp á að þið gerir þetta sjálfa, þegar þá gerir þetta líklegast ekki. Þannig að ég ætla að segja þetta og svo ætla ég að inkorporera þetta inn í hitt. Þannig að það aftur HTML, CSS og JavaScript, Git og GitHub að nota svona Command Line Interface Tool og NPM og lintir á formetera. Og þá sérlega ESLint og Prettier, en svo getið líka nota StyleLint eða viljið. Námsefni frá því í haust, senasta haust, er það sem ég miða við. En þó svo þau hefði tekið Webfortune 1 fyrir 2 árum eða 3 eða þar á undan, þá er þetta allt mjög keimlíkt. Þannig að það er bara, hvað er þessi HTML element? Hvernig skrifum við HTML og hvernig erum við að hugsa? Hvernig er þessi merkingafræði? Hvernig veljum við element? Hvernig eru attribute? Hvenær eigum við að nota attribute til þess að, gefa elementum auka upplýsingar og auka merkingu? Og hvernig tengjum við þetta við CSS með class? Hvað er ID? Hvað er, bara, já, alls konar. Og núna er líka HTML búið að fá meira af elementum. Við erum komið með dialog og við erum að fara að fá invokers sem er leið til að láta button elementið invoka eitthvað. Til dæmis eins og að button element geti invokað að byrja vídeó eða pása vídeó. Við erum komið með dialog líka sem gefur okkur svona modal sem tekur yfir allan skjáinn með dialog elementinu. Og þá getur invoker invoka dialog og invoker getur loka dialog. Invoker getur opna held ég líka details element og það er svona alls konar. Þannig að HTML hreyfist hægast. Það er svona grunnurinn að þessu öllu saman, en það hreyfist samt. Svo kemur CSS og það er búið að hreyfast mjög hratt síðustu 2 ár. Það er alveg ótrúlega mikið spennandi hlutum til að gera í CSS. Við förum ekki mjög mikið í CSS í þessum áfanga, en ef þið elskið CSS, sem sum eitthvað gera það ekki, þetta er yfirleitt, þetta bara svona, fólk er svona, CSS, það er bara, lifið með því, sem er bara eitthvað, CSS er best í heimi, og sem er bara eitthvað, ég þoli ekki CSS. En ef þið elskið CSS, þá getur einstaklingsverkefnið ykkar verið bara eitthvað, ég ætla að skoða þetta í CSS og þetta í CSS. Og það bara, mér finnst það geggjað. Af því að ég hef sagt það nokkrum sinnum og ég segi það aftur, það er ótrúlega lítið af mjög góðum CSS-forritunum. Ótrúlega lítið. Ég held að séu kannski 5 eða 10 á Íslandi sem geta talist verið bara eitthvað svona sem kunna CSS. Það er mjög margir sem halda þeir kunni CSS en að kunna CSS og geta byggt kerfi úr CSS og gert CSS vel í stórum verkefnum, ótrúlega fáir einstaklega sem geta. Og að það er bara að virkilega læra á CSS er ótrúlega mikill kostur ef þið ætla að fara að læra eða yfirglangur að vinna með Webfortune. Það er erfitt, en þetta er svo bara eitthvað, ég held að þetta er svo ótrúlega abstrakt. Þetta er ekki þetta er forritunarmál, en þetta er samt ekki svona, þetta er constraint-based forritun og þetta er bara svo öðruvísin að læra að vera gett góður í Java eða eitthvað. Miklu auðveldara að vera gett góður í að smíða vefþjónustur í Java eða C# eða einhverju. Bara þetta er svo ógeðslega mikið efnaði. CSS, það er erfitt. Þannig að, og ég kann CSS en ég er ekki góður í CSS. Þannig að, ég er löngu búinn að læra það. Ég delegata því á þá sem ég þekki sem eru góður í CSS að gera eitthvað svona erfitt CSS. En þið ætlaði að vita allavega hvað boxmodel er og hvernig CSS hagar sér. Þetta eru rétthyrningar sem eru teiknaðar á skjáinn. Við getum haft áhrif á alls konar, við getum látið á raðast og að manage plássið á elementum er bara eiginlega aðalmálið með CSS. Bara hvað tekur hve mikið pláss og hvernig raðast þetta upp. Og til þess höfum við Flexbox og við höfum CSS Grid. Og það leysir bæði þetta sama vandamál að gera eitthvað svona hvernig raðast hlutirnir, en mjög ólíkar leiðir að því. Og CSS Grid, þumalputtaregla, notum þetta sem við erum með layoutið, hvar er ég með headerinn, hvar er ég með footerinn, hvar er ég með einhverja vinstri valmyndi eða hægri valmyndi eitthvað svona. Flexbox sem eru svona þessi takki á að vera vinstra megin og þessi takki á að vera hægra megin. Myndin á að taka svona mikið pláss, en ef það er auka pláss þá á textin að taka. Það eru Flexbox verkefnin. Svo er JavaScript og þá er það aðalega svona ósamstillt eða asynchronous forritun. Hvað er það að sækja ykkur gögn sem að gerist ekki jafnóðum?
og við munum byrja á því strax bara að skoða núna bara í dag, þú veist, hvernig það að lesa skrá af disk með Node, með JavaScript og hvað þurfum við að hugsa þar, og þar þetta bæði þetta promises og svo async og await sem svo það HTTP og form sem við munum líka nota, þú veist, hvernig búum við til viðmót með HTML og til það sem ég get slegið eitthvað inn og sendað í eitthvað sem að geymir eða gagnagrunni eða sendir eða eitthvað vefþjónustukall eða eitthvað. Þar höfum við form og svo þetta Ajax sem nú eiginlega bara fetch. Það er bara þetta að nota fetch til þess að búi til HTTP requestur á milli. Svo ESLint og Prettier. Það er bara við reynum að búa, þú veist, við reynum að skrifa við reynum að vera ekki að eyða miklum tíma í því að spá í því er ég að nota 2 bil eða 4 bil, er ég að nota tabs eða spaces, er ég að setja bil og eftir þessu hitt. Við bara notum Prettier og ef okkur er sama þá bara notum við opinionated uppsetninguna úr Prettier og látum bara þar við líka. Ef þið hafið síðan einhverjar ákveðnar skoðanir þá getið þið farið að stilla og verið fikta í Prettier. En notum eitthvað svona þannig að við fáum allavega svona smá consistency í það hvernig kóðun eitthvað lítur út og Prettier er svona opinionated code formatter þannig að hann mun keyra mér sýningur eftir og hann mun aðlaga og laga, þú veist, bil og new lines og svona og bara, ef þið hafið ekki skoðun á því, notið þið það. Ef þið hafið skoðun á því, bara myndið ykkur skoðun á því og þú veist, verið tilbúið til að verja hana. Svo er ESLint sem að núna komið svo ESLint 9 sem að breytir hans frá því. ESLint var svona á mörkum þess að vera kódformati líka en ætti alltaf að vera linter og linter hefur tvær virknir að vera með consistent code style sem er meira svona formatting parturinn og hitt er að benda okkur á hluti sem gætu verið vitlausir. Svona static analysis á kóðunum okkar. Ef við erum búin að taka einhver áfanga, þú veist, í hugbúnaverkfræði þá hefur við líklegast notað einhverju svona í Java eða eitthvað eða eftir að gera það. Þú veist, þetta er bara að skoða kóðan áður en hann er keyrður og benda okkur á hey, þú ert með ónotaða breytu. Viltu ekki bara hendinni eða notana eða merkja að, þú veist, eitthvað. Hey, þú ert með kóða sem gæti ekki keyrt. Er það eitthvað sem þú vilt? Þannig að það er svona bendur okkur á hluti sem gætu valdið okkur vandræðum. Og þá fáum við oft svona red squigglies. Það er svona rauða hluti undir hérna í textarillum okkar og í Office Code yfirleitt. Svo er það Git og GitHub tækja tól, þannig að það er bara notið þessu npm, Git og GitHub og svo Vite. Vite er svona leið til þess að pakka saman framvindavirkni og við ætlum að nota það til dæmis bara í verkefni 1 strax. Ok, einhverjar spurningar? Þá er það verkefni 1 og verkefni 1 hefur nokkur markmið. Það er bara upplifun og notkun á verkfærum og tólum úr vefforritun 1, ósamstillt forritun með Node.js og notkun á módulum og módular eru þetta ECMAScript modules, leið fyrir okkur til að skipta JavaScript kóðunum okkar upp í parta sem eru mismunandi skrám og mismunandi möppum til þess bara, já, þess að skipuleggja okkur. Af því að ef þið eru í hugbúnaverkfræði, þá er eitt sem ég vil bara, hugbúnaverkfræði snýst það að vera skipulagðir forritarar. Af því að svo farið að vinna eitthvað með einhverjum verkfræðingum, svo séu við verkfræðingar verið að skrifa það er bara eitthvað, já, ég skrifaði þetta hérna og bara opnar þetta og þú bara eitthvað, oh my god, 3000 lína fall sem gerir allt og bara eitthvað, og já, nei, ekkert breyta neinu, bætti bara við neðst þarna, eitthvað svona, þú veist, ef þið eruð í hugbúnaverkfræði þá er það, þú veist, að skipta upp í módula og skipuleggja forritun okkar og skrifa test síðan sem er síðan næsta, þar eigið þið að vera fókus á. Þú veist, það er alltaf svona mín skoðun á þessu, af því að það er líka aftur. Hafa unnið í mörgum verkefnum sem hafa lifað í mörg ár, að þú veist bara vel skipulagða codebase með testum og öllum tólum keyrandi, það er alveg key í að láta þetta virka vel. Og við ætlum að skoða test. Við gerum það aðeins í vefforritun 1 svona, en nú ætlum við að skoða bara svona test framework. Testing er núna orðið bara innbyggt í Node frá útgáfu 22, þannig að við ætlum að nota það. Við ætlum líka að skoða Jest sem er svona test framework fyrir þetta. Og við ætlum að skoða hvernig við getum sett upp þannig að við keyrum testun okkar á GitHub þegar við erum að committa til þess að byrja að byggja upp eitthvað svona pipeline, eitthvað deployment pipeline eins og við gerðum í vefforritun 1. Þannig að við ætlum að nota GitHub, tengja það við eitthvað Netlify til að byrja með, en síðan önnur keisluumhverfi, taka kóðun okkar, buildan, lintan, testan, segja okkur allt sér góðu og ef svo er, keyra hann út og gera hann aðgengilegan á netinu.
og svo ætlum við að vinna með gagnastruktúra í JavaScript og staðfestingu eða validation á gögnum. Þannig að fyrir þetta þá er ég bara að nýta gögn úr hópverkefni 2 frá því fyrra í vegforritun 1, þar sem við vorum með svona alls konar gögn tengt vegforritun og það sem ég tók eru cross-out-spurningar bara úr gamlum prófum og skrifaði þau yfir í JSON format og við ætlum að búa til forrit saman sem les eitthvað JSON skjal, út frá því skjali les önnur JSON skjöl. Í þeim eru spurningar sem við ætlum að forma yfir í eitthvað HTML og merkja einhvern veginn HTML elementun okkar, þannig að við séum búin að búa til viðmót, eða við erum búin að búa til HTML fyrir spurningarnar og við ætlum að gera þetta allt á build-tíma. Þannig að við ætlum að gera þetta allt áður en að við birtum HTML-ið. Þú veist, við erum að fara að skrifa forrit sem býr til HTML. Þannig að eins og við vegforritun 1 þá skrifum við allt HTML í höndunum, nú ætlum við að búa til forrit sem býr til HTML-ið. Og það er bara oft á tíðum eiginlega allt það sem að bakendaforritun snýst að búa til eitthvað sem er bara HTML sem er skilað út. Eða ef við erum að búa til vefþjónustur, búa til JSON-ið sem síðan einhver annar tekur og gerir framvinduna. Þannig að við ætlum að lesa þessar skrár, lesa gagnastruktúrun úr þeim, staðfesta að gögnin séu rétt, henda út ef þau eru eitthvað vitlaus og eitthvað svona eða eitthvað biluð, taka afstöðu til þess hvernig við að gera það, skrifa út eitthvað HTML og svo ætlum við að búa til eitthvað CSS fyrir það sem við erum búin að búa til HTML, skrifa eitthvað JavaScript á frammendanum til að gera þannig að ég geti opnað spurningarnar og ég geti valið svar og ég geti sett á svara og ég fái þetta var rétt hjá þér eða þetta var vitlaust hjá þér og það ætlum við að gera í frammenda JavaScript og svo ætlum við að pakka þessu öllu saman og nota vít fyrir frammendan og skrifa nót þarna og ætlum að láta þetta allt saman fara saman. Þannig að það er mjög margir hlutir þarna sem við erum að fara að snerta á. En hver og einn er ekki rosalega kannski stór, en þetta er samt margir hlutir. Þannig að þetta er þetta, þú veist, að gera þannig að þeir byrja að builda eitthvað, þeir eru búin að setja vít og þeir eru búin að setja þetta þannig að, þú veist, þetta fara yfir á Netlify og þið sjáu bara eitthvað, halló heimur þar. Þú veist, það er bara fyrsta skrif og það er þetta svona, ok, ég veit hvernig þetta verkefni er og ég veit að það mun ekki taka mig langa tíma þegar ég fókusa á það, eða, ok, ég skil ekki neitt hvað er að gerast hér. Þá ætlum ég að mæta í dæmatíma eða mæta í fyrirlestur og spyrja, fá aðstoð og komast á stað. Þannig að þið séu það finnum þessu. Hérna er svo bara hvernig þessi gögn eru formuð. Ég ætla ekki að fara yfir það fyrir og eftir. Svo ætlum við að skrifa forrit sem lesin þessi gögn og varpar þeim yfir í HTML skrár sem birta gögnin. Og þið ætlaði ekki að breyta þessum skrám. Þannig að þið eru bara að gera ráð fyrir að þið eru að fá þessar skrár einhvers staðar frá. Og þið hafið enga stjórn yfir því hvernig það verður búin til. Þið þurfum bara að skrifa forrit sem dílar við þar. Það eiga að vera á ákveðnu formi, en eins og oft í raunveruleikanum þá getur það verið eitthvað í ruglinu og þið ætlið að allavega díla við þær vitleysu sem eru til staðar í þessum gögnum sem eru hérna. Síðan þeir eru búin að gera þetta, að þá ætlið að vista þessa skrár einhvers staðar og það er hérna dist mappa sem er distribution, sem er það sem við ætlum að gefa út og það er líka einhver önnur gögn í einhverju öðru sem við þurfum að afrita yfir, þannig að við þurfum að gera eitthvað svona smá að púsla þessu saman eitthvað og svo ætlum við að vera með vít til þess að þróa síðan framöndan, þannig að fyrsti parturinn af þessu geti verið að búa til HTML-ið, seinni parturinn af verkefninu er að búa til framöndan á verkefnið. En við munum allt gera þetta saman, þannig að ef eitthvað finnst þetta bara eitthvað, ok, þetta er ógeðslega mikið, þú veist, ég mun hjálpa ykkur núna næstu 2 fyrirlestra, þú veist, í dag og næsta miðvikudag segi ég, að þú veist, komast á stað og fara yfir þetta. Þannig að ef eitthvað finnst þetta yfirþyrmandi núna, gerið þið það sem ég er að fara að gera á eftir, skoðu þetta í viku, komið hingað og spurðu mig síðan, ok, ég veit ekki alveg hvernig ég ætti að halda áfram hér. Ég er alveg bara, ég veit ekkert hvað er að gerast hérna. Ég skil ekki af hverju ég keyri þetta og það kemur bara villa. Og þið hafið líka dæmatíman í næstu viku til að gera það. Þannig að byrja fyrir seinna. Svo ætlum við líka að skrifa test fyrir forritskóðan sem við erum að búa til þetta fyrir og við ætlum að gera fyrir að minnsta kosti helmingina þessu og við ætlum að skoða það betur í næsta tíma hvernig við skrifum test. Þið þurfum ekki að skrifa test fyrir kóðan sem er á framöndanum. Fyrir eftir hvernig þið skrifið þetta coverage sem við munum skoða líka betur í næstu viku að þú veist, þá getum við hunsað ákveðna hluti með git ignore en við munum bara gera það þegar kemur að því
og svo ætlum við að setja upp svona sjálfvirka keyrslu á þessu þegar við tengjum þetta við GitHub. Síðan ætlum við að setja upp einfalt útlít af vefnum með Flexbox eða Grid og við ætlum að vera með merkingafræðilegt og aðgengilegt HTML. Þannig að það þarf ekki flókið en það líka, við getum auðveldlega búið til einhver form sem eru ekki aðgengileg eða merkingafræðileg. Þannig að aftur, við munum skoða þetta í næsta tíma. Og jafnvel ef við þurfum eftir 2 vikur líka. Þannig að það er nægur tími til að fá aðstoð við þetta. Þetta verkefni fyrir mörg okkar verður erfiðasta verkefnið af því að við erum bara að rifja þetta upp og þetta allt saman. Já. En finnum út þessu saman. Svo ætlum við að nota Node 22 og NPM. Við ætlum bara að nota ECMAScript modules, sem import og export. Við ætlum ekki að nota .common.js, þetta getur verið að rekast á það. Ef þið byrjið að skrifa require, finnið einhvern kóða sem segir, já, gerið bara require, þá verið þið að skoða vitlaust. Við viljum nota import og export, sem er ECMAScript module syntaxin. Við þurfum með ESLint og StyleLint, engar villur eða viðvaranir. StyleLint, ég er ekki alveg viss hvort að það er svona, þurfum ekki alveg, ég ætla kannski bara að taka það út. Og við ætlum að setja upp á Git og við ætlum að setja upp á Netlify. Svo er hérna matið. Þannig að þá sjáum við hérna, prófanir er partur af þessu. Það er ekki aðalparturinn af því að það er 4. í rauðinni og það er 10%. Þannig að lestur gagna og birting gagna og búið til HTML. Þetta er það sem við ætlum að fókusa á fyrst. En þið getur líka bara skrifað þetta í höndunum og gert bara frammendan og sé svo til að skipta þið út fyrir hitt. Þannig að það er margar leiðir til að tækla þetta verkefni. Já. Hvað gerist í síðustu 10%? Góð spurning. Ég var að tvíka þetta til allt og seint í gærkvöldi og þau hafa týnst einhvers staðar þegar ég var að brenna miðnætur olíuna. Ekki bara hversu fallegt þið skrifum kommentinu? Nei, ég skal setja þetta á eitthvað, nema það er ómögulegt að fá 10 í þessu verkefni. Vantar 10%, ég ætla að dreifa þeim, þetta átti að vera 25 og 25, þegar þetta er mikilvægasti parturinn. Já, ég man það núna, ég var að debata hvort að þetta átti að vera 25 og þetta átti að vera 25, þannig að sjá hvað eru ótrúlega áhugaverðar pælingar sem kennarar hafa stundum klukkan að verða 1 á nóttunni, hérna daginn fyrir fyrsta kennsludag. Þannig að við erum að fara yfir þetta núna, þið ætla að skila þessu fyrir lokdags, 7. febrúar og þið ætla að bjóða mér, Tuma og Tómasi í rebóið, þið ætla að hafa rebóið private og þið ætla að bjóða okkur inn og hérna þetta. Svo er hérna bara svona einhver smá fyrirvari þetta og sjá hérna vísing í kynninguna, þannig að þið getur séð hérna ef að þið er eitthvað. Ef ég gerir breytingar þá reynir ég bæði að trakka þér náttúrulega í Git með Git commit messageinu, en ég reynir líka að setja hérna eitthvað svona eins og allmis fjarlæði kröfum StyleLint sem ég held að koma inn hérna. Þá getur það verið í útgáfu 2. Þá er framöndunum átt að geta valið rétt svar og það sýnir eitthvað. Já, heyrðu, það er ekki, nei, það vantar það. Já, hérna vantar setningu. Ég gleymdi að committa, ég held að þetta sé, það er hérna, ég biðst afsökunar, þetta átti að vera komið svo rétt í útgáfu 1, en það kemur bara í útgáfu 2. Ok. Við erum með einhver gögn hérna og þau eru hér og nú vil ég bara fá tillögu. Hvað er það fyrsta sem við ættum að gera? Búa til HTML eða indexið? Já, við viljum búið það til með forritið, þannig að ég vil fá skref sem eru undan því. Það skoða hópverkefni 2 í síðasta vísir. Já, við getum skoðað hópverkefni 2, það var ekki gefin út sýnilaust, þannig að ef þið voruð þá gætið þið fundið, en já. Set upp Node og Vite, já. Ég myndi jafnvel segja bara set upp Node sé fyrsta skrefið. Það er alltaf það sem mér finnst. Þannig að ég ætla að fara núna hérna, og ég ætla að nota Warp, sem er bara terminal. Og ég er hérna eitthvað, ég ætla að hoppa yfir í þetta, og ég ætla að fara í þetta. Byrjum við, nei, það er hérna. Svona, gerum svona hérna. Þannig að nú er ég hérna, já, þetta er bara
fyrir þetta og ég með hérna verkefni og ég ætla að fara inn í Web 2 2025 Vaff1. Þetta gengur rosalega vel hjá mér. 24 Vaff1. Þannig að hérna ég með bara nákvæmlega þetta sama hér. Ok. Já, þetta reyndar, ok. Note. Það aðtöku hvort sem note. Ég ætla að gera note svona. Note bil bandstrik vaff. Það bara, note segði mér hvaða útgáfa uppsett. Ef ég væri ekki með note og ég að makka, og ég myndi hérna note x til dæmis, þá kemur eitthvað svona command not found, þegar það ekki uppsett á vélni. Nei, ef þið reynið að skrifa note á ykkar tölvu sem þið ætla að vinna þetta verkefni og þið fáið command not found, þá þurfa að setja upp note. Þá getur þið farið inn á node.js.org og downloada hér. Þá sjáum við hérna, downloads Node.js version 22.13 with long-term support. Svo getur þið líka installa með package managerum og package managerar fyrir stýrikerfið ykkar virkar svipað eins og npm fyrir Node-forritun ykkar og hérna svona vefforritun ykkar. Ef að þið eruð á macOS þá getið þið sett upp nvfm en þið getið líka sett upp brew og þá getið þið nota brew install til þess að setja upp. Þið getið verið á Windows og þið getið notað þetta. Þið getið notað Chocolatey sem það sem ég nota þegar ég er á Windows og þá þetta þá setja upp forrit og það sem það sé bara að sækja og setja upp forrit fyrir ykkur. Þannig að þá þurfið þið ekki að fara hérna og segja download og fara ekki installerinn og segja next, finish. Þið bara segja þetta og svo bara gerið hérna til þess að staðfesta að þið séu komin með útgáfuna sem þið voru að sækja. Þannig að ég með Node, en ég sjáu hérna, ég með Node 20. Þannig að ef þið til dæmis settu upp Node fyrir ári eða 2 eða 3, þá gæti verið að þið séu með eldri útgáfu. Þá getið þið sett upp Node Version Manager fyrir hérna Mac eða nvfm Windows fyrir Windows. Þá getið þið sagt hérna install 22. Það segir bara installaði fyrir mig útgáfu 22 af Node. Ég keyri það. Þá segir hún hérna, herru, ég nú þegar búin að installa þessu en ég ætla núna að skipta yfir. Þannig að núna ég að nota þessa útgáfu. Þannig að ef ég gerir núna aftur Node Vaff, þá fæ ég að ég sé með útgáfu 22.13. Þetta út af því að Node gefur nýjar útgáfur út svona tiltölulega ört og ef ég til dæmis núna að fara að vinna í einhverju verkefni sem ég gerði fyrir 4 árum, þá getur það bara verið Node 14 eða 16. Þá get ég ekkert endilega nota Node 22 af því að API-in í Node búin að breytast. Keyrslu umhverfið búið að breytast. Og ég reyna að keyra það upp og ég fæ einhverja skrýtna villur. Og þá get ég verið, hvað í gangi? Og þá þarf ég að vita einhvern veginn hvernig og hvaða útgáfu af Node ég var að nota. Og þarna erum við komin í þetta sem svona fyrsta sem við erum að fara svona díla við dependencies. Þú veist, hvaða útgáfur ég að nota? Hvernig var ég, þú veist, hvaða útgáfur þessu og hinu ég með? Ég með þessu útgáfu af stýrikerfinu? Ég með þetta og hitt? Og þetta getur verið leiðilegustu verkefni til að díla við að fá hlutina til að bara virka. Bara ég geti byrjað að forrita. Af því að stundum þetta bara einhver hluti vegna allt bilað og ég veit ekki af hverju. En vonandi þetta bara tiltölulega einfalt fyrir ykkur. Setja þetta upp, þið keyrið Node Vaff og þið sjáið, ok, útgáfa 22 uppsett, geggjað. Þá ég bara good to go. Þá allt sem ég ger í framhaldinu að virka. Fyrir þar að segja bakendaveikunina. Ok, þannig að nú þetta. Þetta fyrsta skref. Í staðan fyrir að vera hérna inn í þessari möppu sem að þið hafi náttúrulega ekki aðgang að, hvað ættu þið að gera ef að þið myndu vilja fá í raun grunninn af verkefninu til að geta byrjað að vinna? Git clone. Og þá það hérna að þið getið farið hér og þið getið klóna þetta repo. Munið þið hvað að klóna? Hvernig að nota git? Þögnum saman samþykki. Þannig að það sem þið getið gert, og þetta þá þetta að setja upp og logga grunn sem með git-nótenda og passa upp á þessi git á vélinn eitthvað líka. Þannig að þá hérna git, vaff, þá ég með git útgáfu og ég veit vera helst með 2,34 lámars útgáfan. Það var einhver örgisböggur í henni held ég, eða 33 eitthvað. Allavega setjum git og það sama. Ef þið eru á Mac þá fylgir það með,
ef þið eru á Windows þá getið þið farið inn á git.scm.org og downloada hér og kert í gegn. Eða ef þið voru búin að setja upp chocolate í eða eitthvað fyrir package manager, getið þið nota package manager til þess að setja upp git. Ok, síðan þurfið að tengja git hub við vélina ykkar. Þá þurfið þið að fara að logga ykkur inn hérna, þið farið í profile og þið farið undir eitthvað, settings, ekki profile. Það sem ég mæli með er að þið farið í gegnum þetta hérna og þið búið til hérna SSH lykla, þetta er allt í lagi, og þið getið nota þetta til þess að tengjast. Þá setjið upp hérna, þá setjið upp tengingu, örugga tengingu á milli þessar GitHub notandas ykkar og vélarinn ykkar. Þá þurfið þið ekkert að vera að logga ykkur inn eða eitthvað svoleiðis, þá eru þið bara með undir hérna í hérna, þá eru þið með sem sagt, það er svona, þá eru þið með hérna sem sagt public lykil og svo eru þið með private lykil og svo tengist þetta saman þannig að þið getið, það verður til traust þegar að þið tengist á milli og þið þurfa aldrei að logga ykkur inn. Þið getið líka búið til svona hérna token til þess að logga ykkur inn, en þetta er bara, þetta er verkefni fyrir ykkur að passa upp á að þið getið gert þetta hérna, að þið getið tengst sem sagt og þið getið gert það sem ég ætla að gera núna, sem er að fara hingað, afrita þessa slóð, förum hérna, svo ger ég hérna git clone og ég pasta slóðina og ég fæ þetta. Gerum þetta margoft í Web4.1, en góðvís er aldrei of oft kveðin. Þá fyrir hérna inn og nú er ég komin með mína útgáfu af þessu. Þá get ég gert hérna code.punktur og það þýðir bara Visual Studio Code, vinsanlegast opnaði fyrir mig punkt sem er direktorinn sem ég er inn í og þá er ég komin hér og nú erum við með gögnin á minni vél. Þá finnst mér gott að fara hérna, opna terminal hér og þá get ég aftur að sé hérna, ég hérna með Node, en núna út af því að ég er með Node 20 sett sem default, þá man ég aldrei hérna hvernig ég set 22 sem default, þá get ég skrifa bara nvfm alias default 8, þannig að nvfm alias default 22. Ok, núna ef ég opna þá nýja skell, eða nýtt shell og ég gerir nodevaf, þá er ég núna default í útgáfu 22. Nei, ef þið eru með þetta þannig að þetta var hittað, þannig að í staðin fyrir að þurfa að gera alltaf nvfm use 22, þá bara notið alltaf nýjustu útgáfuna. Ok, þannig að nú erum við komið þetta og við vitum við erum Node, við erum búin að klóna verkefni, við erum komið með gögnin, hvað getum við viljað gera næst? Taka pásu kannski? Ég held það. Tökum pásu og byrjum aftur eftir svona korteri.